gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Kannski má segja að Íslenska ríkið hafi varpað ákveðinni samfélagslegri ábyrgð yfir á olíufélögin með breytingum sem gerðar voru áramótin, kerfisbreytingum. En það bendir nú margt til að olíufélögin rísi ekki undir þeirri ábyrgð. Margt sem bendir til að þau hafa hækkað verðið fyrir breytingarnar áramótin og séu að okra á okkur og meðal annars eykur það þá verðbólgu og minnkar líkur á vaxtalækkunum. Þannig að þetta meiðir okkur flest hver, ekki síst skulduga. Og efnahagsplan ríkisstjórnarinnar er nú líka í ólgusjó, þótt ég ætla ekki að ræða það í núna næsta kafla okkar. En hann kominn Runólfur Ólafsson hjá FÍB. Hann hefur verið gagnrýninn. Vertu velkominn Runólfur. Já, takk. Sko áður en við ræðum til dæmis hvort hið opinbera ætti að grípa eitthvað inn í núna, þá aðeins sögulegt. Það ekki víst að allir hlustendur og áhorfendur muni að til dæmis sko lengi framan af fluttu við olíu hingað til lands einkum frá Sovétríkjunum. Og var þá allt í öðrum fasa heldur en nú í dag? Sko þá voru líka verðlagshöft, þannig að allt þurfti að fara í gegnum svona verðlagseftirlit hins opinbera. Já. Þannig að þá var sett í rauninni ströng hámarksálagning og öll félögin keyrðu bara á sama verði. Það var bannað að okra? Já, bannað að okra og svo með sér það var alveg, þurfti að skila inn alveg niður skipt hvað var stór hluti af álagningunni fór til að reka bensínstöð, til að borga laun og svo framvegis. Og þetta var sundurliðað og þessum útreikningu var skilað inn til verðlagseftirlitsins og þurfti svo samþykki þess til þess að breyta. Eins og þú segir, olían kom í vöruskiptum við Rússland eða Sovétríkin og var reyndar eftir að síðan opnaðist fyrir ákveðið frelsa markaði 1991 varðandi verðlagningu. Þá þegar sendi FÍB inn formlega samkeppniskvörtun vegna verðmyndunar og það væri samráð verðmyndun og á þessum tíma voru líka olíufélögin að reka bensínstöðvar saman í sumum tilvikum. Ísafirði voru öll 3 stóru saman með reksturinn. Við sáum þetta með sér innanbæjar út á Seltjarnarnesi var stöð og hún var í samrekstri allra 3 olíufélagana. Þannig að samkeppni var ekki meira lifandi en svo og sko áður þarna, ég var nú bara sem ungur drengur að vinna á bensínstöð og þá kynntist maður því að fulltrúar olíufélagana 3 höfðu farið saman hringinn í kringum landið og svona skipt upp landinu. Og það var til að mynda, ég minnist að ég hef þetta bara fyrir sagt, að ég var að vitna þessu sjálfur að það kom upp svona vandræðagangur hjá Skeljungi að því að frambjóðandi krafðist þess að það yrði opnuð Skeljungsstöð á Djúpavogi og þar var fyrir Esso-stöð og svo sagði þessi fulltrúi Skeljungs, það ekki einu sinni var allar rekstrargrundvöllur fyrir þessa Esso-stöð, hvers ættu við að fara að opna aðra? Það var að því eitthvað kosningasmali bjóð þarna vantaði vinnu. En svona voru kaupin á Eyrin á þessum tíma. Og svo breytast hlutirnir og allt það og það verður aukin krafa samkeppni. 93 er opnað fyrir það að það megi ekki vera verðsamráð og það er bannað að vera með samrekstur stöðva og svo framvegis. Svo þekkjum við þetta með það sem tók við í kjölfarið þegar það liði ekki mjög mörg ár, þá voru félögin fenguðu á sig sko rannsókn vegna samráðs. Það öskjulíðarsvindli svo það var kallað. Tók allt mörg ár að fá niðurstöðu en niðurstöðan var alveg klár
og þau höfðu bara haft með sér samráð verðmyndun. Er það ekki 2004 sem þau voru dæmd til hálfa sekta? Já, niðurstaðan kemur þá sko og það eru háar fjársektir sem að þau fengu á sig. Einhverju fóru með þetta í áfríðun og svo tókst einhverjum að fría sig af einhverju en þarna var okkur kannski líka sem neytendur minnistætt tölvupósta sem komum fram og meðal annars í samskiptum markaðsstjóra fyrirtækjana. Þá hafði einn markaðsstjóri þetta skemmtilega hitt og heldur skemmtilega orðalega að talandi sko verðskilning almennings og sagði að fólk væri fíbl. Já, og þetta var mjög frægt og fór víða og maður hefur stundum á tilfinningunum núna að þessi kúltúr sé einhvern leyti ennþá til staðar. Er það ekki gild spurning? Því miður, því að ég sá núna nýlega að forvígismaður stærsta og líklega olíufélagsins á markaðnum sem hefur verið svolítið verðleiðandi á markaði en einn hann sagði að þetta væri bara allt rangt. Þeir hefðu skilað meiri afslætti heldur en FIB hefði reiknað út. Hann vissi jafnvel og ég og allir sem að vilja það vita að eina sem við reiknum út hvað á lítrinn að lækka þegar skatturinn fer út. Við vorum ekkert að tala álagningu eða samtengingu við heimsmarkaðsverð, síðan tekur það alltaf sínum eðlilegu breytingum. Og við erum að tala þessa áhrif á þetta heimsmarkaðsverð gengi bandaríkjadal gagnvart íslensku krónunni og og svo þetta skattar og þarna lækkuðu skattarnir hækkaði reyndar kolefnisgjald á móti og eina sem við gerðum var bara að taka út hvað skatturinn átti að lækka og síðan hvað það ætti að þýða mikla lækkun í krónum og aurum. Alveg óháð síðan því hvernig staðan á heimsmarkaði er. Þetta er ekki eins og þetta sé ykkur fasti. Og þeir leika sér með svona staðreynda villu í rauninni. Reyna að grafa undan trausti. Já, af því að eina sem við gerðum var bara að taka út hvað er skatturinn hátt hlutfall af lítraverðinu og það voru þessar krónur. Síðan er þetta undirliggjandi allir hinir þættirnir. Og þetta vita þessir aðalauta langbest af öllum af því að þeir vinna við þetta daglega. Og þeir hlæja að okkur þegar við heyrum ekki til. Já, sko, eina sem að, eins og ég sagði nú held í þættinu ég hafði síðast, sem að bindur voni við er að það er bandarískur auðhringur sem þó verist sinna markaðanum með eitthvað viðmið varðandi eðlilegt útsöluverð. Kaltænislegt eins og þú nefndir að það væri. Og þannig að Costco allan að veitir aðhaldinn á höfuðborgarsvæðinu en það hefur ekki nægt fram að þessu. Við sáum það líka þegar Costco byrjaði að selja eldsneyti á íslenska markaðanum. Það ekki verið 2017 eða eitthvað, já. Þá tók tölvunnan tíma áður en félögin á markaði fóru að veita þessu verðum samkeppni. En þegar það gerðist, það eiginlega byrjaði þannig að Atlantsolía sennilega var að springa á liminu og það kom verst niður á þeirra sölu. Það var minnsta fyrirtæki á markaðnum og þeir voru kannilega viðkvæmæstir. Og þannig að þeir fóru á einni stöð við Kaplakrika að bjóða upp á lægra verð og þá var verðmunurinn á milli Atlantsolíu ódýru stöðinni þeirra og Costco það hljóp bara okkur 2-3 krónum. Síðan leið og beið og síðan þegar Atlantsolía fer á staði með þetta líka á Sprengisandi þar sem við vorum með stöð og eru með stöð það sem við kallaði Sprengisandi þegar það var svona veitingastaður neðan gömlu Fákshúsin þá tók markaðurinn við sér og aðrir fóru að lækka líka og svo gerst það nokkrum mánuðum seinna þeir Atlantsolía lækka líka á Akureyri strax bara nánast innan klukkutímar all til búin að lækka á einni stöð á Akureyri líka. Þannig að það var svona viðleitin til samkeppni sem að sá þar sem að hafði kveiknað uppalega með Costco og það merkilega er að þetta Costco kemur hérna inn á markaðinn og ég veit ekki það liggi ekki fyrir allan ekki okkar borðið, þetta er það talið að þurfa að vera eitthvað leyndi við því hversu mikið hvert félag selur áður var hægt að sjá þetta út frá því að þá var verið að greiða styrki vegna flutninga sem er búið að taka út núna þá var þetta að sjá hlutfall hvers og eins á markaði en núna sjáum við ekki nákvæmlega en
við höfum allan að heyrt þær tölur að Costco sé með alltaf 15% af heildar sölu á markaði og einni stöð sem við meira með takmarka opnun. Þannig að sko, það segir nú sitt allan að viðleitni neytenda til þess að kjósa með veskinu. Við erum nú ekki meiri fíbl en það. Nei, og svo hitt sem vekur athygli núna, að það munar 15 krónum á ódýrasta verðinu sem hjá Costco og næst ódýrasta verðinu sem þá hjá Orkunni sem að auglýsir sig alltaf ódýrastir. 15 krónur á lítra sem við bara aldrei séð svona mun áður. Það er nefnilega það. Þannig að þetta er mjög athyglisvert og við sjáum líka innit í þessum 15 krónum fyrir breytinguna var 8 krónum munur. Þannig að þarna er auka álagningin sem við erum að kvart yfir. Tvöfaldur verðmunur þannig. 8 krónur úr 8 krónum í 15. Já. Það segir nú einhverja sögur. Já, það er bara nokkuð neginn svo útreiknaða tala sem við erum að fá. Það er oft látið í veðri vaka að það sé ykkur kjarnorkuvísindi eins og ég sagði á hann að reikna út verð og ég man alltaf hérna fyrir mörgum árum þá sagði ákveðin forstjóri olíufélags að þetta er ekki eins einfalt eins og reikna út verð á mjólk. Í sjálfsér er þetta ekkert flóknara. Sko mjólkin kostar ákveði framleiðslu. Svo er enda sami þar verðið en síðan er eitthvað birgðahald og annað sem að þeir vantarlega telja til og svo er útsala og sölukostnaður. Þetta er bara alveg sama. Það er ykkur viðmiðunarverð sem er heimsmarkaður og það að vera að tala og reyna að flækja þegar heimsmarkaðurinn gengur niður þá sé svo mikið að byrðum og háu verði. Það er auðvitað bara undansláttur því að í öllum eðlilegum viðskiptum er svona vörur sem er í þessu magni sem er svona neysluvara sem gengur reglulega út. Þá er eina rétta viðmiðunin og þetta er bara 101 í hagfræði að það er bara heimsmarkaðurinn á hverjum tíma. Við sjáum að markaðirnir í kringum okkur keyra nákvæmlega á þessum forsendum. Sjávarútvegurinn í Íslandi kaupir olíu á skipin á þessum forsendum. Viðmiðið er heimsmarkaðsverð á hverjum degi. Þannig að það þýðir ekki að skýla sér á bak við einhverja svona tölum, einhver rosalega erfitt byrðahald að það taki margar vikur eða mánuð að jafna þetta út. Það er bara til að reyna að rugla neytendur í rýminu og í gegnum tíðina hafa aðilar eins og til dæmis Seðlabanki Íslands er að fylgjast með verðmyndunum á markaði og ég veit til þess að þeir hafa stundum reynt að veifa rauðum flöggum gagnvart þessum félögum. En það virðist vera að það sé eina sem gangi upp er það að reyna að sýna fram á einhverja margínu og menn séu bara blindir af því. Þeir skilji ekki einu sinni sitt samfélagslega hlutverk að þetta er að hafa áhrif á alla. Og ef að staðan er þessi, við vitum að þetta er fákeppnismarkaður. Og við höfum reynslu annar staðar frá. Sem dæmi í Danmörku, þá ætla sig ekki orðin 25 ár síðan, þá voru þessi fyrirtæki á þeim markaði sem er mun stærri en okkar markaður undir rannsókn hjá þarlendum samkeppnisyfirvöldum og eftir það lá fyrir að það var þarna þegjandi samráð, það þarf ekki að hittast ekki öskjuliðinni, það þarf ekki annan að fara á neti, þá veistu hvernig verðin eru. Þannig að þá var það niðurstaða að samtök olíusölu aðila í Danmörku gengur okkur samkomulagi við stjórnvöld það að verðviðmiðið myndi algjörlega fylgja heimsmarkað á hverjum tíma. En það sérðu strúktúrinn á danska markaðan verð þannig að verðmyndurinn er algjörlega í harmóni við þróun á heimsmarkaðsverði í Evrópu á bensíni og dísilolíu til dæmis. Andaðu dönsku olíufélögin ekki? Þau áttu yfir höfði sér töldu það var þeirra mat. Ef þau færu ekki í þetta samkomulag þá myndu þau fá einhverja bara lögbundna þvingun frá stjórnvöldum. Já. Þannig að þetta var niðurstaðan og þetta eldi samkeppni á markaði. Og líka á sama tíma var miðlað víðtækar upplýsingu til neytenda og þarna voru að koma upp skildan það að vera með alltaf verðmerkingar sýnilegar út við veg og götu og þannig að og neytandinn fekk líka upplýsingar og var meðvitaðari og samtökum svo okkar systursamtök í Danmörku voru með mjög öflug og svona bensínvakt og
og fólk var að hringja inn ef það sá okkur óeðlilega verðmyndun einhvers staðar. Þannig að þetta bara Hefur þetta haldið allar götur síðan? Þetta virðist hafa haldið síðan þá, já. Og þetta er þetta undirstöðu eftirliti líka á opinberra aðila og þetta gengur út á það að þú vilt eiga öll viðskipti ganga út á það að bæði viðskiptavinurinn og fyrirtæki séu sátt við sinn hlut. En þegar að fyrir að bera á því að þetta verði eins og Adam sem mitt talaði þegar 2 eða 3 í sama geira að taka talsaman, það líður ekki lengur þar til að vera snúast upp í samsæri gegn neytendum, að þegar þetta er komið þanga menn telja sig betur borgið með því að fylgja nákvæmlega einhverju trendi á markaðunum. Við sjáum hvernig verðmyndun er á íslenska markaðunum. Það munar 10 aurum á ódýrasta verðinu hjá orkunni og ódýrasta verðinu hjá og svo koma Atlansolía og OB og bjóða 10 aurum undir því verði. Þannig það er öll verðsamkeppnin. Yfirleitt er það N1 sem leiðir og hækkar eða lækkar og hinir raða sér svo í kringum það verð. Ertu á því að við eigum bara að fylgja fordæmi Dana, að íslenska ríkið eigi bara að þvinga olíufélögin hér á landi til þess að breyta verði sínu þannig að það sé alltaf í samræmi við heimsmarkað? Já, ég hefði talið allan að það þurfti ekki einu sinni þetta var bara, menn sáu sína sæng út reita og bara breyttu á þennan veg. Áður en hið opinbera já, af því að þeir vissu að það var yfirvofandi hugsanlega bæði sektir og fleira. Ég hefði haldið svona að það væri eitthvað smá þroski til staðar og núna til dæmis þegar þessar umbreytingar verða á sköttum og gjöldum á eldsneyti þá myndi menn bregðast við og jafnvel nota tækifærið og brýna kuttana og reyna að ná aðeins meiri markinu af hinum keppinautunum en ekki bara senda aukakrónur á neytendur. Nei. Þetta er mjög kósí samband sem að verið strýkja þarna innbyrðis. Já. En þú nefndir áðan að það hefði verið á þessum tíma í Danmörku svona eiginlega sterkt opinbert eftirlit og eftirfylgni. Þú þekkir þetta hér á landi, þá er alltaf verið að grafa undan ítökum hins opinbera. Það er mjög neikvæð orðræða eftirlitsstofnanir og eftirlitsiðnaðinn og sumir stjórnmálaflokkar virðast hafa þetta í eigin stefnuskrá en almenningur er orðinu svolítið smitaður af þessu. Já, þetta er bara, þetta er, ef þú segir þetta nógu oft þá fer þetta einhvern veginn að það er bara svolítið þannig. Já. Og það er alltaf að segja, þetta kostar okkur svo mikið, við erum skattgreiðendur að borga þetta. En hvað kostar samráðið okkur? Já. Hugsum þetta eins og við tölum held ég hérna síðast. Hver króna sem olíufélögin geta tekið umfram í álagningu yfir 1 ár, það er að skila sér hátt í 400 milljónum króna í auknu tekjum. Svakalegt. Þannig að þetta er það mikil umsetning í þessum geira og þetta telur svo drjúgt og samkeppniseftirlitið hefur margt verið að vinna mjög gott og þarft verk í þessum efnum og þeir gerðu þarna sín tíma auðvitað komið samræðsmálinu upp og svo fóru þeir í svona athugun á markaðnum fyrir nokkrum árum og það kom ítaleg skýrsla sem sýndi fram á hvernig óeðlilegt verðmyndur væri hér á markaði og hversu óeðlilega há álagningin væri miðað við til dæmis breska markaðinn. Þeir voru með mjög ítalega tölur frá bresku samkeppnisyfirvöldunum bara verðmyndunina og þau gátu kalla fram alla tölur frá félögunum sjálfum hvað ertu að kaupa eldsneytið á. Mér sé tíma var öll olíufélögin að kaupa þau í dag kaupa á sama byrgja. Kaupa af norska ríkisolíufélaginu og tíma þetta tengdist COVID-tímanum og einhverju leyti þá voru líklega lausafjárvandamál hjá íslenska markaðanum að þá yfirtók norska ríkisolíufyrirtæki líka byrðirnar hér á landi þannig að félögin voru öll að kaupa
bara í rauninni eins og Costco í dag að kaupa í gegnum Skeljung, þá voru þau bara að kaupa frá norska ríkisolíufyrirtækinu sem að leigði tankana af félögunum. Ég veit ekki nákvæmlega en mér skilst að í dag sé þetta þannig að hvert og eitt félag eigi eitthvað hlut í hverjum farmi og ætlalega getur þá þegar svo sem selur meira, hann getur hugsalega keypt inn á aðeins skárra verði. En allt það, við erum með sko mjög einsleita vöru. Það er sami heildsalinirinn sem selur inn á markaðin. Og verðviðmiðið í þessum viðskiptum er bara heimsmarkaðsverð með að gengi dollars. Og þannig að þetta gerir það verkum að þetta er bara mjög gegnsæ vara í sjálfu sér. Já. Og svo náttúrulega eins og við höfum oft talað þetta siðleysi sem að fylgir því líka ef verð lækkar á heimsmarkaði úti, þá hafa íslensku olíufélögin brugðist við að hraða snigilsins, en þau eru hérar þegar kemur að verðhækkunum, þá er alltaf bara strax spýtt upp. Já, það var eitthvað sem lýsti í þannig að þetta væri eins og fjöður þegar verðið lækkaði sem að væri að líða til jarðar, en þegar það hækkaði þá væri þetta eins og raketa. Já. Og sko samt koma þeir ítrekka fram í fjölmiðlum, talsmenn olíufélagana og reyna að breyta svörtu í hvítt. Já, og þarna líka, þess að þú nefndir þarna, þetta kom bara fram í þessum rannsóknum Samkeppniseftirlitsins. Þeir voru mun fljótari til hækkunar heldur en til lækkunar. Já, þetta er ekki tilfinning, það er til gögnum. Já, þannig að tölfræðin, hún bara segir okkur þetta. Já, hvernig hefur, það hefur aðeins verið í fréttum, sem sagt þessi skoðun þín, sem sumir telja róttæka, en kannski vegna þess að við erum orðin svo dofin fyrir þeirri hugmynd að opinbera eigi bara aðhafast eitthvað, að eigi ekki bara ræna okkur frá móti kvölds í þeirri fákeppni og svívirðu sem að viðgengst víða í viðskiptalífinu, bara svo ég leyfi mér að tala hér út frá einn brjósti. Hefur þessi hugmyndin fengið einhver viðbrögð svona sem að hægt að byggja á? Í sjálfu sér það er enginn sem talar beint neikvætt um það, því að nú erum við að tala eins og við komum inn á hér einhverja sko sögu sem er ekki félagunum í vil. Við erum að tala viðurkenndan fákeppnismarkað. Við erum að tala mun stærri markaðsvæði, eins og þetta er líka í Belgíu sem dæmi, þar er bara verðlags, það er álagningar þak og það er bara sett frá viku til viku með að við bara hvernig heimsmarkaður lítur út. Og þó að þetta sé mun mannfrekari samfélag heldur en okkar, þá er allan að mat yfirvalda að það þurfi að stemma stigum við óeðlilegri verðmyndun. Ef markaðnum er ekki treystandi, auðvitað vona mér alltaf að staðan sé svo að markaðnum sé treystandi til þess að skila eðlilegum verðum til neytenda, en ef það er ekki, að því að ég vil að viðurkenna það, því að þegar ég man sem sumardrengur og þegar ég var að fara með skýrslutarinn í verðlagseftirliti, það var svolítið fyndið, en sko ef þetta er ekki hægt að sannreyna að félögin séu í eðlilegri samkeppni og að skila eðlilegu vöruverði til neytenda, að þá þarf hugsanlega að grípa inn í. Og þóttu sér talsmaður FIB en ekki annara samtaka, er ekki margt svona út frá þínu hyggjuviti sem bendir til að svipa sig upp á teningnum með tryggingafélög og matvörumarkaðin? Jú, við erum því miður og við höfum þetta, FIB hefur gagnrýnt tryggingafélögin í áraraðir og þar sjáum við verðmyndun á tryggingamarkaði hér eru íslenski neytendur að borga mun hærra verð. Við erum þetta kannski fyrst og fremst að beina sjónum okkar að ökutækjatryggingum sem er reyndar stærsti þátturinn í seldum tryggingum á Íslandi. Og við erum að sjá verðmyndun er töluvert önnur heldur en er í nágrannalöndum okkar og menn geta alveg borið fyrir sér fámenni og allt það. Og við höfum gagnrýnt líka að það verið vera sem dæmi að
aukin tjónatíðni sem tengist ferðamennsku þessu að veri bara varpa út á markaðin og að misti eitt forstjóri tryggingafélags þetta frá sér í orðræði viðtali fyrir nokkrum árum og kom svo nokkrum vikur seinna og sagðist vilja leiðrétta að þetta verið mistök. Hann sagði þetta alveg bara, hann sagði þetta blákalt, það ekkert óeðlilegt að þurfa að hækka, það svo mikið tjón í ferðaþjónustunni. Viltu nefna allavega tryggingafélagið, kannski nafna þess að ágæta manns? Þetta var þáverandi forstjóri tryggingamiðstöðvarinnar, það hefur verið reyndar forstjóraskipti hjá tryggingafélaginu, þannig það eru komnir ykkur síðan. Já, það ágætt að fá það fram. En eins og ég segi, og svo það hitt, og þá ég hvet alla sem eru bara að koma að endur nýjum átryggingum, að leita tilbúða. Þeir einu sem fá skaplegri verð eru þeir sem eru ruggabátnum. Sá sem búin að vera þægur, viðskiptavinur, jafnvel í áratugi, hann fær ekki umbun fyrir það. Nei. Það bara leið og ferð að kanna markaðinn og kvarta og svo framvegis og ég vil færi fyrstu viðbröðin að þetta bara ekkert annað hægt. Svona bara landslæði og svo markaði. En þá færðu betra verð. En nær maður nú orðið í einhvern í síma hjá þessum félögum? Þetta bara spurningu tölvupósta nú orðið? Þetta bara búa til, taka saman tryggingarna sem maður er með og senda bara tölvupósta öll félögin og svo fylgja því eftir með símtali. Fylgja því eftir, þannig að þeir eru ennþá með fólk sem talar við okkur í síma? Já, það stundum að bíða svolítið. Þetta er bara eins og að ná í banka eða eitthvað slíkt, og það er margt svona, og við erum að tala um líka eins og þú nefndir þetta með fákeppnina, við erum að tala um líka fjármála umsýsluna alla og nú eru þessi stóru bankar, þeir eru allir konur með tryggingafélög undir sín mendavæng. Þannig að þetta og með að Ríkisbankin hefur komið með tryggingamiðstöðina og svo gengur þetta alltaf út á að hámarka arðsemi og við sjáum líka trendin, við höfum verið að benda að sem dæmi hvernig menn hafa safnað í sem hét áður bótasjóður, heitir núna vátryggingaskuld. Við sjáum þegar árferðið er þannig, þá leyfa menn sér að belgja það svolítið út af því þeir segja að það sé óuppgert tjón og svo kemur á móti að ef það kemur ykkur svona sem við sáum bara svo skýrt árið þegar hægt var að lækka verulega í bótasjóðum þegar kom samkeppni á markaðinn og það þarf eins og sé að vera bara harðara eftirlit. Við erum að sjá það að vátryggingafélögin eru undir eftirliti fjármálaeftirlit Seðlabankans. Fjármálaeftirlit Seðlabankans er með 2 kápur á öxlunum. Það er sérst á að tryggja að það sé alltaf borð fyrir báru og nægir sjóðir til að mæta skakkaföllum áföllum. Sem er bara gott og vel. Það viljum ekki vera vátryggja hjá einhverjum sem að getur ekki bætt það tjón sem verður fyrir. Hitt er að að tryggja að það sé ekki óeðli verðmyndun og ekki vera að bjóða neytendum óeðlilega viðskiptahætti. Sá hluti eftirlitsins er ekkit virkur. Þeir meta það sem svo að það sé mikilvægast að hafa fjárhagslega traust fyrirtæki sem getur mætt áföllum. Og það því miður hefur komið þannig út að við erum að sjá mjög óeðlilega há iðgjöld á Íslandi samanborið við nágrannalöndin okkar. Þá er ég að tala ökutækjatryggingar og ég veit að Neytendasamtökin eru að fara yfir heildarvátryggingar kostnað heimilanna og það verður fróðlegt að sjá þegar sú niðurstaða kemur. En þetta er viðleitni peningan á Íslandi er að fara í fákeppnisumhverfið og geta margfaldað sig. Já. Hvert ætti sá hluti þessa eftirlit sem ekki er sinnt sem skildi hjá Seðlabankanum að fara af því þú nefnir það að hann berið þarna 2 kápur. Já. Ég hefði séð fyrir mér að það væri þessna hjá Neytendastofu eða eitthvað slíkt. Þetta búið að vera vængstífa þá stofnun illilega. Þannig að það er búið að vera svona í burðarliðnum að sameina hugsanlega Neytendastofu og Samkeppniseftirlitið. Það er búið að taka fullt af verkefnum frá Neytendastofu og þannig að nú er
nú er einhverja blikur á lofti að því ég held að núverandi atvinnuvegaráðherra sem að þá ráðherra líka Neytendastofu sé með hugmyndir að auka vægi Neytendastofu sem bara vel. Aðeins áður við förum í hitt umræðuefni sem umferðin hérna á höfuðborginni og samgöngumálin. Að því vorum að ræða þarna söguna. Það ekki rétt munað hjá mér sko að lögaðilar og jafnvel einhverjir einstaklingar þeir reyndu að fara í mál við olíufélögin þegar sannað var að ólöglegt verðsamráð hafði átt sér stað. Skilaði það einhverju? Skilaði einhverju sáralitlu. Það var sko sönnunarbyrðin var svo erfið. Það voru kannski bara dómstólarnir í liði með búinu. Ég segi það ekki, sko, en þetta var í eðli sínu var það mjög flóki í framkvæmd, sko. Og það voru þetta einstaklingar sem að reyndu og voru þá með gott bókhald yfir sín viðskipti. En það var ekki talið nægja til þess að geta sýnt fram á fjárhagslegan skaða, sko, sem skildi. Það var líka einhver sveitafélög sem fóru fram. Já. Ég vil bara viðurkenna það, ég man nú ekki alveg hvernig því líkta en ég vissum eitthvað var að vera gert eitthvað samkomulega á bakvið tjöldin, sko. Já, bakvið tjöldin. Já, einhver verðlækkun til einhvers tíma á eldsneytisölu. Heyrðu, en hérna, takk fyrir þetta, Rúnar. Mér er gott hjöður að halda mönnum við efnið með hætti sem þú gerir. Og ég ætla að taka, eins og ég segi, við erum ekki heldur að tala þetta bara í einhverju tómarúmi í okkar félag og hérna í neytendur gegnum það. Nei. Við erum í hérna svona ákveðnu samstarfi með ASÍ, neytendasamtökunum og hérna Samkeppniseftirlitinu og það er sem sagt fjármálaráðuneytið er líka þarna að skoða þetta. Já. Það á að taka fyrir á haustmánuðum svona einhverja úttekt á hvernig staðan á markaðnum hefur verið frá því að þetta var innleitt. Það er allt og langt til hausts. Ég er algjörlega sammála því. Og hérna, þetta er bara svipað eins og við sjáum stundum hjá hinu bara, myndaði spretthópur sem átt að taka á bílastæða áriðinni og hann er ekki enn búinn að skila á sér, hann var skipað í lok ágúst í fyrra. Já. Þannig að sko þetta þyrfti að vera mun fyrr. Já. Og þarna er þá undir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Sérstaklega því við erum núna í þessari baráttu við verðbólgudraugin. Og við sjáum það að þessar sér íslensku aðstæður eru til staðar þar sem að sko bæði einkareksturinn og opinberir aðilar eru bara ekkert að standa sig í því að halda aftur á verðhækkunum. Og þetta er alltaf réttlætt með því að það er bara undirliggjandi þrýstingur en hérna síðan sjáum við, sko tölurnar er ekkert að ljúga. Við sjáum hvernig rekstrarafkoman er. Við bara ná mjög góðum árangri. Vonandi eru stjórnmálamenn að hlusta og vonandi verður brugðist hraðar við en þú nefnir hér því ég held að sem ekki ákall eftir því að það komi inngrip, opinbert inngrip inn í þetta. En aðeins í lokin, Runólfur, nú er runnin upp sá tími að hér að þessum fjölmiðli sem og öðrum fjölmiðlum verða tíðir gestir næstu vikur og mánuði fram í maí. Fólk sem býður sig fram fyrir sveitarstjórnarkosningar og eitt af þeim málum sem er svona, mér finnst mest rætt hér í heitubótunum á höfuðborgarsvæðinu, það er bara umferð þungi og ég er svolítið í því núna að spyrja hérna nýtt fólk sem er að kynna sig til leiks í pólitíkinni hvaða leiðir það sjái en hvaða leið sér þú svona rökréttasta og besta til þess að minnka umferðar þunga og svona gera okkur lífið léttara? Sko, við tölum það síðast til ég kom inn að líka en þá held ég að fyrsta aðgerðin væri að ganga frá þessum ljósastýringum. Já. Koma með gervigreindar búnað í þá tryggja að flæði sé svona jafnar og betra. Já.
og það líka ódýrasti þátturinn ef svo má orðið komast. Svo vitum við það að framkvæmdir varðandi innviða uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu hafa alls ekkert verið í samræmi við fólksfjölgun. Nei. Og það ákveðin rómantík í sjálfu sér að hugsa sem svo að það fjölgar bílum með fleiri íbúum og þá þurfa að reyna að skera niður fjölda bíla í umferð, það er alveg bara rökrétt í sjálfu sér. En þá þarf það að vera búin að mæta því með einhverju sem að tryggir að fólk geti farið ferða sinna. Já. Og það er svo margir þættir sem að tengjast þessu, beint og óbeint. Við nefndu það síðast og þetta er eitt af því sem að pólitíkin veit alveg það leikskólamálin, þau tengjast líka umferðinni. Já. Og það bara menn í sambandi við þéttingu byggðar hafa farið kannski allt og bratt. Svo kemur ykkur rómantík frá þeim árum þegar við vorum bara PR, að nú eigi að vera kaupmaður á hverju horni og allir geti gengið út í búð. En það bara ekki, það er ekstralega þýði í kring sem að ber upp í eina búð og við séum bara þessa sorglegu jarðhæðir í þessum þéttbýlisreitum sem fá að standa auðar í x ár og svo verður þessu breytt íbúð. Þetta var einu sinni bara í gömlu verkamannabústofunum vestar í bæ, þar voru búðir á hverju horni. Það er núna íbúðir. Einhver leiti, kannski Hárgrímsstofa ennþá þarna eða við sjáum að því miður svona einhver nærþjónusta sem að fólk nýtti og var hluti af hverfinu. Hún er líka svolítið á hverfandi kvelli. Við erum að sjá þessa verslunar meira kjarna og það byggjast upp sem byggir svolítið á því að fólk komist á staðinn og þá oftast er einkabíllinn valkosturinn. Og margt í bara umhverfinu jafnvel getur tónlistakennsla barna verið þannig að þú þurfir að sækja það í annað hverfi. Íþróttaiðkun, ég meina þú iðkar ekki frjálsar íþrótt í Vesturbænum. Fyrir þau fáu heppnu börn sem fá inni í tónlistaskólum, það lítið brot sko. Já. En ég heyri það sérstaklega ungt fólk, það bara það einblínir svolítið á vonina að við hópumst saman í strætó, enn verið að ræða náttúrulega borgarlínu á fullu og það var í gær ungu maður hér sem er norskur og þekkir Þrándheim og var að bera Þrándheim saman við Reykjavík og það er kannski engin mjög góð ástæða önnur en kannski einhver lítið menningaleg fyrir því af hverju við notum bíluna svona mikið en ertu bjartsýnn á að við getum stór létta á umferðinni með því að hópast í strætó? Sko persónulega er ég ekki allt á bjartsýnn en það eru kannski tölutan þannig að markaðslegar forsendur fyrir uppbyggingu á bættu samgöngukerfi eru að ná ákveðnum prósentum inn í notkunina og minnst menn við hafa verið svolítið sofandi í að koma þessu á af því að þetta hefði þurft að byrja á því bara að bæta þjónustu sem fyrir var. Tíma var með sér dregið úr þjónustu strætisvagna, gjaldið hækkað umtalsvert. Ég held að þyrfti bara ríkari hvata til þess að fá fleiri til þess að sjá þetta sem eðlilegan valkost. Það er einhver lítill stjórnmálaflokkur sem fær aldrei neinn atkvæði sem segir að við eigum að gefa bara allir eiga að fá frítt í strætó. Já, alla strætó. Það er ákveðin hugmyndafræði, já. Það hefur verið í sumum sveitafélögum. Þetta var til skamms tíma. Já, fyrir norðan og í Reykjanesbæ var þetta svona. Hvernig líst þér á það? Það geti alveg verið allan spennandi valmöguleiki, allan að börnin. Því það er þetta framtíðin varðandi notkunina. Þannig að það eru þetta einhver afslættir. En þar finnst mér að væri eðlilegt að væri að börn á skólaaldri gætu fengið einhvers konar aðgangskort sem að væru án endurgjalds. Herru ljómandi, Runólfur Ólafsson, takk fyrir að koma hingað og ræða þessi mál við okkur. Við fylgjum spennt með framvindunni. Já, takk fyrir það. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Nýr kapli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt.
Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is